kynna okkur, ég heiti Kristján Örn. Ólafur Snævar. Og ég heiti Arngrímur Pálmason. Og við ætlum að ræða hvað persónuverndarlög eru undir Evrópu tilskipunum. Þá þetta einhver besta tilskipun sem komið frá Evrópu þessi persónutilskipun nýja. Því að hún fer í alla þætti. Og bannar í rauninni allt sem verið að gera á Íslandi eins og lögfræðinga þegar þeir eru að handla með pappíra frá bönkum, kreditinfo sem að hagnast á nöfnum og kennitölum sem í vanskilum að nýta sér báðindi fólks sem í brot á stjórnarskránni. Og þetta á við lögheimtuna, gjaldheimtuna líka, mótus og allar þessa einstaklinga og fyrirtæki sem eru að nýta sér báðindi fólks. Handla með kennitölu sem persónueign þess sem á hana og skjölin sem þeir eru að handla með gjarnan frá bönkum eða einhverjum öðrum stofnunum sem eru ekki framseljanleg samkvæmt persónureglum Evrópubandalagsins. Og menn verða að hafa ekki, þeim hingað til hefur mönnum verið sama á Íslandi en nú í fyrsta skipti komin inn í þessi lög sem að menn búið til persónuvernd í staðan fyrir það að ganga bara inn í persónutilskipunina og viðurkenna hana sem slíka, þá bjuggu menn til furðuleg lög persónuvernd. En í lögunum þó einn kostur, staðista innheimtutala sem til hefur verið á Íslandi í íslensku réttarfari. Af því það talað að sá sem að misnota kennitöluna mína, hann getur þurft að borga 1,2 milljarða mér til handa í bætur. Og það á við hvern og einn starfsmann mótus, lögheimtu, gjaldheimtu, momentum og annara innheimtuklúbba sem að eiga hlutamáli. Já, þarna kemur inn á það, Arngrímur, hvað að misnota kennitölu? Þá það, þú kemur inn á það sem mótus og kreditinfo og fleiri, sem ég tek undir að það rétt. En fyrir nánar út í það, hvað að misnota kennitöluna? Hvernig verið að misnota mína kennitölu, til dæmis? Bara leið og einhver tekur kennitöluna þína, hér á lánaskjali eða einhvers staðar, tekur hann til sín og fer að hafa af henni tekjur, sjálfum sér til framdráttar, þá hann að misnota hann. Það eitt annað, ég kíkti upp í kreditinfo daginn, það nokkra vikur síðan, þá sá ég að þeir eru upp í Höfðahöll, eða hvað heitir þetta, upp í Höfðabakka. Og það var hægt að fara þarna, það var hægt að fá upplýsingar sjálfan sig og fyrirtæki og slikt. En nú bara búið að loka öllu og þetta allt bara komið á netið og allt hallast. Já, maður getur ekki mótmælt persónulega, maður verður að mótmæla gegnum netið og koma með fyrirspurnir í gegnum netið og ég get svona skilið þetta því leytinu til að það hlýtur að koma þarna stundu fólk sem afar reitt vegna þess að þetta fyrirtæki að búa til á einhvern stórmerkilegan hátt hversu greiðsluhæfur þú ert, hvar sem þú ert. Þetta fyrirtæki náttúrulega ekki einu sinni með starfsleyfi í lögsögu Reykjavíkur og það starfsfólkið sem að hafa tekjur af því að mér gangi illa og ég bara læt ekki hafa svoleiðis, ég leyfi svoleiðis lagað ekki, þess vegna verður þetta starfsfólk mun þurfa að borga mér 1,2 milljarða hvert þeirra, ég mun gera kröfu á 1,2 milljarða á hvern og einn starfsmann. Það margir milljarðar þarna frá, af því að fólk að misnota mig. Sjálfur mér hefur gengið, ég lendi í fjárhagslegum vandræðum og það hefur verið notað sér til tekjuaukningar hjá þessu fólki sem starfar undir nafni kreditinfo. Ég get nefnt dæmi frá sjálfur mér það að ég þurfti að borga skuld sem kom skyndilega á mig sem ég vissi ekki af sem var upp á 6,4 milljónir. Allt í lagi og ég ætlaði að borga þeim þurfti að fá lán í banku upp á 3 milljónir. Svo ég fyrir í bankan og bið lánið og allt í lagi, ég get fengið það og allt í lagi. Seinna daginn hringt í mig og sagt því miður, þú getur ekki fengið lánið því að þú ert á vanskilaskrá hjá kreditinfo.
Ég hef aldrei verið á vanskilaskrá, svo ég spurðist fyrir það hvernig gæti staðið þegar ég væri á vanskilaskrá. Þá var það vegna þess að þessi innheimta væri gegnum Motus og Motus hafði sett mig á vanskilaskrá hjá Creditinfo sem þar með gerði það verkum að ég fekk ekki lánið. Persónuvernd dæmir í þessu máli og dæmir það svo að Motus hafi brotið lög á mér. Síðan kemur það í ljós að þessi innheimta sem var frá Landsbankanum að hún var byggð á röngum forsendum og var ólögleg. En ég var komin á vanskilaskrá. Það heldur að þurfi ekki að bæta fyrir svona tjóna eins og þetta sem Ólafur var að lýsa núna. Það er akkurat þetta sem ég er að segja. Fólkið Motus til dæmis, þarna ertu komið með raðkerfið. Starfsfólk Landsbankans situr eitthvað í Motus sem á ekki við rök að styðjast, sem sagt framselur skjöl úr bankanum sem er bannað, af því að viðskiptin er einkamál, og situr það í Motus sem að framselur svo aftur Creditinfo upplýsingar sem situr svo aftur á því stimpil til þess að gera þér lífið ómögulegt. Viltu búa í svona samfélagi? Ég segi nei. Nei, ég vil ekki búa í svona samfélagi og ég lít svo á að þessu verður að breyta. Ég er búinn að fara með þetta til lögfræðings og það er búið að standa núna yfir í, ég held ég með að segja 5 mánuði, að fá upplýsingar hvernig Landsbankinn bjó til þennan reikning á mig, hvernig Motus segðaði sér. Það er ekkert svar komið ennþá. Þeir voru klárið með svarið þegar þeir fóru til sýslumannsins sem létu gera hjá mér fjárnám. Þá var allt klárt, en núna þegar þeir sýna mér það svört og hvítu hvernig þeir reiknuðu þetta út, þá geta þeir það ekki. En hvernig var þetta, Óli? Varst ekki var þetta ekki þannig að þú varst komið þá á vanskilaskrá og þurftur ekki að selja íbúð til þess að gera upp skuldina og að þú fyrst ekki lán vegna þess að þú varst á vanskilaskrá? Þurftur ekki að selja íbúð? Hvernig var þetta? Jú, það var þannig að ég átti fleiri en eina íbúð og ég var alveg standið til að greiða þetta. Hefði reikningurinn verið settur rétti fram þá hefði ég ekki að fá neitt lán. Þá átti ég fyrir reikningnum. En þar sem að þeir ofurreiknuðu reikninginn 100% að þá átti ég ekki fyrir því og þurfti að fá lán og þá gat ég ekki fengið lán vegna þess að þeir höfðu sett mig á vanskilaskrá. Það er þá sem að ég neyðist til að selja eina íbúð til þess að eiga fyrir þessu. Og bara ef að ég tæki þetta svona saman bara svona lauslega hvað ég hef tapað á þessum leik Landsbankans, Creditinfo og Motusar, þá telst mér það til að það sé eitthvað svona 13-14 milljónir. Hver á að bæta mér það? Það hefur verið að reyna að tala við Motus, til Landsbankinn vísar að Motus hafi með innheimtuna að gera og Motus eigi að gera upp. Það kemur ekkert svar frá Motus, það er bara tómt rugl sko. Það vil nú þannig til að Motus er ekki til. Það er starfsfólki sem er á bak við, vinnur undir nafni Motus, það ber persónulega ábyrgð á þessu. Undir þessu fyrirtæki Motus og lögheimtinni starfar fjöldi með einstaklinga sem hefur fengið, er með próf í lögfræði og segist vera með starfsleyfi sem slíkir lögfræðingar í lögsögu Reykjavíkur og annar staðar eða bara einhvers konar landsleyfi sem er ekki hægt að vera með. En þeir segja samt vera með það og þykjast vera með lögfræði þekking úr háskóla sem er með í sér niðurgreiddur til þess að kenna þeim af skattgreiðendunum að þessir einstaklingar bera alla persónulega ábyrgð á því að vera að höndla með kennitöluna mína. Þeir munu allir þurfa að borga 1,2 milljarða þó þeir verði aldrei greiðsluhæfir fyrir því. Þá er það bara einbýlishúsið þeirra og eignir þeirra, hver sig, vegna þess að þeir eru búin að nýta sér þetta í 8 ár með mig, þrátt fyrir að ég hef kallað á hjálp vikulega. Segðu mér eitt með mál hitt og Óli, er það búið eða hvernig enda þetta mál með þetta lán sem þú ættir að gera upp? Málið stendur þannig núna að það er beðið enn eftir svörum frá Motusi það hvernig lánið hafði staðið þegar að það féll í vanskil. Þetta var lán sem að ég var ábyrgðarmaður að fyrir eitt af mínum börnum. Það er ekki komið neitt svar í því hvernig vexti voru framreiknaðir. Þetta fór í umboðsmann skuldara og þar með mátti ekki taka dráttarvexti en þeir reiknuðu dráttarvexti og út allt saman. Sýslumaðurinn tók við þessu á þess að gera nokkrar athugasemdir við þetta hjá Motusi. Þannig ég átti ekki neitt annað kosta völ en að selja þessa íbúð. Ég tel mig eiga rétt af bótum
ég ætla nú ekki að fara að tala einhverja milljarða, en mér finnst að fólk almennt eins og Arngrímur eigi að geta gert kröfur á starfsfólk þessara fyrirtækja sem vita í rauninni að þeir eru að brjóta lög. Þannig að þú ert semst búinn að borga þetta lán, en þú ert að endurkrefja það einhverja vexti eða einhvern kostnað. Ég er búinn að borga lánið, já, ég borgaði það strax, en ég er að krefjast þess að fá rétt uppgjör og tilbaka greitt þar sem að þeir oftóku, fyrir utan það að ég veit að þeir borgi mér bætur vegna þess að þeir kostuðu mig heila íbúð í framferði sínu. Það er einmitt þetta sem ég er að segja og þegar ég segi, og þess vegna tala ég þessar stóru, miklu tölur, vegna þess að þetta eru stórar, miklar tölur sem að ég hafa verið brotnar á mér fyrir utan heilsu mína sem er hrunin eftir þennan fáránleika og það hefur enginn og mun aldrei vera réttlætanlegt að gera að fara svona í fólk eins og að nýta sér báindið sem að fólk lendir fyrir sjálfum sér til tekjuaukningar. Eitt annar argument hérna eins og með þitt mál, þú er náttúrulega búinn að vera í sem þú segir í 8 ár. Já. Og hvernig hefur gengið að ná sáttum eða hefur verið með lausn á vandamálinu? Hefur búið eitthvað greiðslu eða sátt eða finnst þér þess að sé verið að rækta kröfur á það? Það eigi ekki að gera þessi bara að rækta kröfuna og halda vandamálinu og svo halda allt aðeins. Já, það er málið það er upplifunin sem ég hef verið stanslaust síðustu 8 árin að það er réttleysi mitt, það er sem sagt viljinn til sátta er engin þó að grundvöllur af lífinu í svokölluðu samfélagi eigi að vera sátt á öllum sviðum að þá hefur sáttin aldrei verið fyrir hendi hjá neinum sem hefur komið í mínu máli, mjög merkilegt. Leitast við að ná sáttum allstaðar, ekki fengið neitt, verið píndur fram á síðasta dag. Það er heppni sem hefur ráðið því að ég er enn uppistandandi fjárhagslega. Það hefur verið vegna þess að ég hef getað selt eignir á síðasta augnabliki alltaf og hreinsa til hjá mér alltaf. En þetta er ekkert að vera í svona barátt eins og ég er búinn að lenda fyrir á enginn að þurfa að vera í. En síðan er verið að reikna dráttarvexti og það kemur innheimtukostnaður sem er lagður á þetta. Í hverju felst þessi vinna hjá þessum aðilum við innheimtukostnað? Hver er kostnaður af innheimtun? Þeir vilja ekki sættast við þig. Hvað hafa gert þess að innheimta annað en að senda þér bréf? Jú, þeir senda sýslumann til uppboðs eða í héraðsdóm til dómtöku. Það er þeir að vinna við, það er að reyna að berja þeir niður. En málið er það að þeir verða bara að skýra þetta inn í framtíðina. Þeir munu bara þurfa að skýra þetta ef þeir ætla að mótmæla þeim tölum sem þeir verða rukkaður starfsfólki, þá munu þeir að skýra af hverju þeir fóru í að rukka mig. En býtu við. Og hvernig þeir fengu þær tölur sem þeir rukkuðu mig fyrir. En nú ertu að tala að rukka hérna 1200, hvað það eru? 1,2 milljarða. 1,2 milljarða. Og hvenær sérðu þetta uppgjör fram? Hvenær þeir hafa komist upp með þetta hingað til? Haga sér svo haga sér. Málið er það hvenær verður þetta uppgjör? Ég get ekki svarað, það getur tekið mig 10 ár kannski eða 20, en málið er það að ég fer með mín mál öll erlendu sem leið og ég er búinn að losa mig við skuldir allar skuldir, allar borgaðar upp í topp. Ég vil ekki fá afslátt hjá þeim á þeim. Ég vil það ekki, þeir þurfa bara að skýra, þeir eins og Ólafur var með núna áðan, 100% hækkun á láni sem hann hafði tekið og þurfti að borga 100% hækkun á það. Þeir þurfa bara að skýra hvernig þið bjuggu til þessar 100% hækkanir á þetta, hjá mér. Þá er eitt með kröfuna þína, Óli, hvað ætlar þú að gera? Hefur þið farið með þetta í lögfræðing? Þú er búinn að tala við Motus og þeir hunsa þetta bara eða þykist verið að vinna í þessu og tíminn líður. Hvað er næsta skref hjá þér í þessu? Það er lögfræðistofa Virtus með þetta í sínu marmi eins og sakir standa. Það sem að mér sýnist vera í þessu öllu saman er það er alltaf verið að reyna að teygja málan. Til dæmis til að þau verði hvað heitir það, fyrnist. Eða eitthvað þannig, fresturinn út og allt svona. Þetta er einhvern leikur sem er leikinn. Þegar ég bað í vor að fá uppgjörið nákvæmlega hvernig það hafi staðið þegar að láni féll og hvernig þetta verið reiknað út og svona, nei, það er ekki enn komið. En þeir voru samt með uppgjör þegar þeir fóru til sýslumannsins.
og sýslumaðurinn gerði fjárnám hjá Þá mér. var allt klárt. Þá var allt klárt. Lá allt ljóst fyrir. Þá lá allt ljóst fyrir og sýslumaðurinn gerði enga athugasemd við það þó að ég gerði athugasemd við það. En þannig málið, það eins og hinn litli maður, já ég kalla mig nú ekki lítinn, ég er með það stór, en það eins og sé verið að hengja fólk hægt og hægt. Það eru til refsilöggjöf sem segir það ef opinber starfsmaður verður þér af fjárhagslegu eða velferðartjóni, þá það alltaf 6 ára fangelsi. Við höfum aldrei notað þessi lög. Þessi lög verður ekki notað fyrir að einhver getur komið fram og kært persónulega einhvern ákveðinn starfsmann ríkisins. Þá fyrst verður það að virka þegar að opinberir starfsmenn fara að skilja það að þeir eru ábyrgir, persónulega ábyrgir fyrir því sem þeir svara fólki. Og bara stendur í þessum lögum að ef að þú leynir einhverju fyrir fyrirspyrjanda þínum eða þú ert að gera eitthvað sem að þú ættir að gera en gerir ekki, þá það refsivert, það sekt og það fangelsi við þessu. Þetta hefur aldrei verið notað. En svo náttúrulega almennu hegningarlögin eins og margir... Hann að tala almennu hegningarlögin. Ég að tala almennu hegningarlögin. Ég ætla ekki að fara inn í alþjóðalög. Við vorum að tala persónuvernd sem að mér finnst skorta gríðarlega hérna á Íslandi. Það sem sagt að persónan hafi skjól einhvers staðar. Þegar að gefið veiðileyfi eins og gert, eins og Creditinfo hefur fengið og Motus og önnur svona fyrirtæki á einstaklingana, þá finnst mér tími til komin að persónuvernd, þetta fyrirbæri sem frá íslensku yfirvöldum, taki sér vald og stöðvi þetta. Hver það persónuvernd sem gaf Creditinfo leyfi til að hafa og geyma upplýsingar mig? Samkvæmt lögum í dag þá má ég krefja Creditinfo allar upplýsingar sem þeir hafa mig og þeir hafa enga heimild til að geyma neinar upplýsingar mig. Sama gildir með Motus. Ég á að geta krafið þá að veita mér allar þær upplýsingar sem þeir hafa mig og þeir mega ekki geyma neinar upplýsingar mig. Þetta í nýju persónuverndarlögunum. Þú átt að geta krafið hvaða fyrirtæki sem og hvaða stofnun sem þá pappír sem tilheyra þér og þeir mega ekki geyma neitt nema með þínu leyfi að undanteknum dómstólum að lögreglu og sjúkraheilsugæslunni. Hvenær lokaði Creditinfo afgreiðslunni, veistu? Já, það var búið að loka henni snemma í vor þegar ég kom þarna upp og talaði um. Þannig að þeir eru á lokinu svona rétt áður en að nýju lögin taka gildi? Já, það áður en að nýju lögin tóku gildi. Þannig að sé ekki að hafa samband við þá núna, nú ekki hægt að koma þarna og spyrjast fyrir, þetta verður alltaf verið í einhverju bréflegu og formlegu. Já. Þannig að það bara að þæfa fólk, það verið að svæfa málin og fólk nennir ekki að... Já, ég bendi að fólk getur sendt á Creditinfo fyrir mæli það að skila öllum gögnum sig og taka sig út á allri skrá og jafnframt þegar fólk sendir slíkt bréf til Creditinfo að senda það leið til ráðuneytisins. Það getur líka notað sér umboðsmann Alþingis, hann hjálpar til, hann veit að þessi lög gilda ekki, hann veit að þeir megi ekki safna upplýsingum þig. Þannig hann getur þá krafið Creditinfo að gera það sem þú biður um. Ég ætla að kveðja ykkur núna. Þetta hvetja fólk til að hafa samband, bara kanna sína stöðu. Hvernig eru skráðir á Creditinfo og framhaldinu? Ekki spurning og í framhaldinu af því ef að Creditinfo að geyma ykkur upplýsingar og valda til tjóni með þeim upplýsingum sem þeir eru svo að selja öðrum út í bæ, þá áttu bótakröfur að hendur Creditinfo. Ekki spurning. Já, ég held að spjalla við Arnbjörn þá. Við sjáumst bara í fyrramálið eitthvað. Takk fyrir fundinn. Takk fyrir daginn. Já, sömuleiðis. Þetta var allt rétt sem hann Ólafur var að segja. Þetta er allt saman rétt og vel sagt. Nema það Creditinfo ekki til, það starfsfólkið. Þetta alltaf starfsmaðurinn sem ber ábyrgð og það verið að reyna að fela starfsmanninn núna svo að segja, hann slepp undan ábyrgð. Þess vegna búið að læsa hurðum og erfitt að ná. Það sjáumst aldrei. Já, og þú farið með þetta allt í stafrænt og þá það bara sagt þetta bara talvan. En það gengur ekki, það alltaf einhvern andlit á bakvið það sem verið að gera og ég get bara að tala fyrir mig af því ég hef ekki leyfi til að tala fyrir neitt annan. Ég sjálfur mun neyðast til þess að beita 1,2 milljarða kröfunni
á einstaklingana sem starfa í þessum fyrirtækjum, Creditinfo, lögheimtu, gjaldheimtu, Sveinbjörnsson, innheimtu fyrirtæki, Ólafur Gústason innheimtu fyrirtæki. Þetta munu allir þessir peningar þurfa að bera ábyrgð fjárhagslega á þeim tjónum sem þeir eru að valda. Eru þeir beita þér svipuðum aðferðum? Nei, menn eru mismunandi, náttúrulega aðeins mismunandi lipri, en já, í grundvallaratriðum breyta þessum aðferðum af því að þeir missa vinnuna ef þeir eru sína linkind, þá eru þeir sagðir ekki nóg harðir innhentumenn og þá missa þeir vinnuna og það ætlar enginn að missa vinnuna. Já, þess vegna halda þær áfram með mig, jáfnvel þó ég sé búin að vera með benda þeim á öll lögbrotin og segja þeim að þú þarft að borga mér 1,2 milljarða. Þeir trúa bara ekki að það sé hægt að beita þessum réttindum, þessum úrræðum. Þess vegna mun ég í mínum máli En hefur þú trú á því að nýju persónudalögin og hefur þú trú á því að eftir að reyna eitthvað á þetta þannig að hefur þú trú á dómstólum að þeir taki á þessu þegar þetta verður tekið fyrir? Ekki íslenskum dómstólum. Það engin íslensku dómstól, hefur ekki verið síðustu 26 ár. Það engin íslensku dómstól. Og málið það, þess vegna munu þurfa að koma erlendi dómstólar hingað að, Evrópubandalagið mun þurfa að koma hérna með, í mínu máli mun ég fara með all mín mál sennilega til Bretlands, það best að reka það þaðan, þeir eru með sterkt og gott dómskerfi segja allir í Bretlandi, en það líka hægt að gera það í Danmörku og maður lýsir bara yfir að maður get ekki þar sem að engin dómari löglegur á Íslandi, engin. Það ekki við kosin áttu við. Já, og að þá ekki hægt að reka neinn mál hérna og það vantar líka grunninn á öllu íslenska réttarskerfinu þegar það hreppstjórinn farinn. Það ekki hægt og það brot á Lúganósamningnum og samningins Norðurlandum sjálfstæðissveitarfélaga frá 1930, þetta brot á og fleiri lögum, að hann vantar hreppstjórinn. Það sem athyglisvert við þó það sem að gerast það að Pólverjar að reyna að fara þessa sömu furðu dómstóla koma upp með þetta furðu dómstólakerfi eins og á Íslandi núna og þeir eru að einangrast í Evrópu, þannig að það Evrópubandalagið að ýta þeim út úr öllum nefndum og ráðum framkvæmdastjórnarinnar og dómskerfi í Evrópu vil ekki skipta sér af Pólandi, þeir eru að einangrast og það þýðir það að ef að Pólverjar einangrast þá munu Íslendingar þurfa að einangrast líka þegar menn uppgögga að þetta alveg nákvæmlega sama kerfi. Menn hafa nefnilega ekki skilið það út í hinu stóra heimi að Íslendingar eru með þetta stórfurðulega kerfi eftir 1. júlí 1992 að ríkið, federalinn, ræður öllum steit eða hreppum á Íslandi. Og það alveg fáránlegur gerningur, en samt erum við að kjósa í sjálfstæða sveitarstjórnir. Þannig að hann tekur aldrei ákvörðun, sveitarfélög taka aldrei ákvörðun. Nei, það engin úrverður að enginn tekur ákvörðun, sveitarfélag tekur ekki vísan og ríki vísan sveitarfélag, að þetta einbjörn, tvíbjörn, þríbjörn eða bakkabræður, hvað voru kallar á kútin eitthvað. Ábyrgðarleysi allra, ekki illvilji, það ekki illvilji í þessu, það hugsunarleysi sem að brjóta Ísland. Þetta myndi öðrum orðum nefna heimska. Já, þetta svo sem ágætis lókar í þessu. En ef við haldum okkur aðeins, ef við bætum aðeins við þetta, því við vorum að tala um Creditinfo og þetta svona klárað þann þátt og tala um mótus og gjaldheimtuna. Eitthvað meira þar sem að við glemdum að ræða eða eitthvað meira sem þurfum að hnykkja á? Ekki nema bara þess ábyrgð starfsfólkinu algjör og ekkert af þessum fyrirtækjum hefur lögsugu starfsleyfi í Reykjavík. Þar sem að það enginn til að gefa út lögsugu starfsleyfi í Reykjavík til þess að banda borgarfólksgjalda. Íslenska krónan eða gjaldmiðillinn okkar að nú þetta allt orðið stafrænt. Það búin til peningar í gegnum tölvuna og allt svona rafrænt og maður greiðir slíkt. Fékkstu einhvern tíma þegar þú tókst lán hjá Landsbankanum, fékkstu þetta í seðlum, fékkstu þetta í íslenskri mynt? Nei, ég hef aldrei hvorki fengið erlenda mynt niður íslenska mynt, hvorki borgað í íslenskri mynt niður erlendri mynt, af því þetta allt verið tekið út af reikningum og fært inn á reikninga, bara þetta tölu, eins og þú ert að segja, með tölufærslu
og við getum alveg farið inn á dóminn í Ameríku sem að Jóhannes Björn Lúðvíksson setti inn fyrir mörgum árum síðan manninn sem að bankinn ætlaði að reyna að taka íbúðina af í Ameríku út af $10.000 skuld og vörn mannsins var, já, ég fékk ekki gull, ég fékk ekki demanta, ég fékk ekki kopar eða silfur, ég fékk ekki peninga, ég borgaði ekki peninga, ég borgaði ekki gull, ég borgaði ekki með gulli með silfri eða kopar. Þetta eru bara einhver viðskipti sem ekki voru til. Dómarinn tók sér 1 ár í að hugsa þetta mál í Ameríku, 1 ár. Og niðurstaða úrskurður dómarans var að einungis Guð getur gert ekkert úr engu. Og þetta akkurat ekkert úr engu þegar tölufærslur ekkert úr engu. En við vorum búin að tala saman fyrir einhverju viku síðan og þú sýndir mér bréf þar sem þú sendir á Landsbankann og bauðst greiðslu. Þú átt risa eða stórt einbýlishús sem mjög verðmætt. Bauðst það sem greiðslu. Já, 2 einbýlishús sem eru samtals mjög verðmætt. Ég bara að tala þetta bréf. Já. Og það sem að Landsbankarnir eða bankarnir eru að versla mikið með alltaf fasteignir. Íbúðalánasjóður, þetta snýst fasteignir, þetta stafrænir peningar og fasteignir. Og þarna býður greiðslu í formi fasteignar, en því hafnað. Já, það og málið það að hún tekur það útibústöðun upp á sitt einstæmi að hafnaði, hefur aldrei hleypt mér að bankastjórunum sem heitir Lilja, aðalbankastjóri Landsbankans. Ég hef líka beðið að fá að tala við stjórnarformanninn, en það ekkert að þessu hægt að gera. Það ekki litið á mann þó maður hafi verið í Landsbanka sem maður hélt að vera Landsbanki frá 1976 held ég, þá voru fyrstu viðskipti mín við þetta fyrirtæki sem að ég hélt að starfaði ennþá, en ég nýbúin að átta mig á að það ekki sama fyrirtækið, hefur aldrei verið núna síðustu 10 ár. Þetta einhvers konar furðu innheimtu fyrirtæki, þetta fyrirtæki sem kallaði Landsbank í dag, þar sem starfsfólki fær bónusa fyrir innheimtu árangur, á meðan það fékk svo aftur bónusa áður fyrir það að lána út peninga. Sem hegningarlagabrot, samkvæmt almennu. Já, sjálfsögðu, þetta heyrir undir hegningarlög, þar sem þetta dótturfyrirtæki ríkisins og hegningarlögin eiga við ríkið, það ekki að starfsfólk íslenskrar stjórnsýslu, og þá verða dótturfyrirtæki þess eins og 800 önnur fyrirtæki að þá það eru 800 fyrirtæki ríkisins í gangi á Íslandi í dag. Og þau geta þurft að sitja alltaf 16 ára í fangelsi. Já, hvað með, en sko, að því þú bauðst greiðslu, þú bauðst sátt, þú bauðst greiðslu þarna Landsbankanum og þeir hafa ekki viljað þiggja það. Þeir sýna engin merki þess að þeir vilji semja við þig eða þiggja greiðslu í öðru en, já, ég veit ekki, rafmynt eða peningum, ég veit ekki hvernig áttu að borga þetta tilbaka sem að sem þú festur ekki, þú festi aldrei peninga. Þetta var bara veð og þú ert með sama veð sem greiðslu og þeir vilja það ekki. Það málið það þeir vilja, akkurat, þetta er mjög merkilegt þegar þú setur þetta svona, svo skemmtileg sýn á þetta hjá þeir. En málið það að það akkurat það sem hefur gerst í þessum málum öllum mínum sem núna, ég búin að vera í baráttu upp á líf og dauða, fjárhagslega og heilsulega í 8 ár sem eiginlega fáránlegt. 20 dómar koma sjónaskilnamáli og sem bara byrjunin á fíflaganginum. Og þetta á ekki að vera til í samfélagi með þar sem fólk allir að lifa saman, þá á ekki svona aðferðafræði á ekki að vera til, en hún búin að vera framkvæmd á mér og það ekkert eftir núna nema að ljúka skuldaukjuri og ég bara býð eftir að selja síðustu eignina þannig ég geti borga Landsbankann út, starfsfólkið út og ég búin að borga alla aðra út og ég bara býð eftir að geta borga það út og svo munu ég þegar að eyða næstu 10 árum í það að hitta hvern og einn einasta starfsmann Landsbankans með innheimtubréf. Hér innheimtubréf á því vinur eða vinnan og þú ert að borga þetta af því byggt á því að þú hafði tekjur af þessu fyrirtæki sem að innheimti á mig á þess að geta skýrt það. Ok, þannig að þú semst að segja það að þú ætlar að
að reyna allavega að gera upp kröfuna sem að Landsbankinn og Motus eru með á þig, eins og hún er uppsett, en þú mótmælir sem rangri, þú ætlar að gera hana upp, þú búin að gera hana upp, þá ætlar að koma tilbaka og vera með endurkröfu og ætlar að fá erlenda aðila til að hjálpa þér til að ná þessum peningum tilbaka. Ég ætla að ráða erlenda aðila bara upp á prósentur og þá er mér alveg saman hvað þeir rukka inn, þeir fá bara prósentur af því sem þeir rukka inn og þeir verður 70.000 einstaklingar, ekki fyrirtæki, einstaklingar fá gíróseðla, fá heimsóknir. Sólidarísk ábyrgð. Já, einsólitum ábyrgð á samfélaginu og félagsskapnum sem þeir eru að vinna fyrir, kallað íslensk stjórnsýsla. Og undir íslenska stjórnsýslu heyrir allt lögfræðikerfið af því að hann er talinn opinber stjórnsýslunarmaður, lögmaður með starfsleyfi. Og þess vegna þarf enginn að hafa áhyggjur af því að þetta verður ekki rukkað tilbaka, þú meiðir ekki fólk öðruvísi en að þurfa að borga fyrir það. Ekki frekar en þú keyrir á bíl en það veldur tjón á bíl og þarf að borga beigluna. En annað þá, nú ertu búin að biðja um hjálp, þú ert búin að senda alls konar bréf, 1000 bréfa og myndbanda og slíkt. Hvað hefur komið út úr því? Hefur einhver sett sig í samband við einhver alþingismaður, þú fer mikið á fundi, ræðir við fólk, forsetann, ráðherra, alþingismenn, allir taki hendina á þér eða flestir og óskar þér gangi bara sem best í þínu máli en enginn gerir neitt, lyftir putta til þess að hjálpa þér neitt. Eru menn bara að bíða til að detta niður dauður? Stundum held ég það, já, stundum held ég það en að ég gefist bara upp, það sem verður að sliga mann niður. Já, talandi að hitta alþingismenn, já, það vita allir alþingismenn í Íslands mín mál og allir borgarfulltrúar í Reykjavík og flestir sveitarstjórnarfulltrúar út allt Ísland vita mín mál. Þau vita þetta því ég er búinn að skrifa þetta stanslaust í 288 vikur. Fyrir utan það ég sitt daglega á þetta, að Facebook færslur á þetta hjá mér, en það ekki allir vinir mínir á Facebook, en þá tala ég þetta líka á fundum og helgina þá hitt ég 5 alþingismenn, 6 og tók í hendina þeim öllum saman og myndi það á minn mál. Ég hitti líka forseta Íslands og tók í hendina á honum og myndi hann á mitt mál. Þeir segja allir gangið vel og gerðu, já það þarf nú endur að fara að ljúka þessu máli, svo fara þeir heim að sofa. Það þýðir auðvitað að þeir eru fjárhagslega ábyrgir bara eins og hinir og því mjög skemmtilegt bréf sem Jón Þór Ólafsson sendi forsetanum, ekki út af mér. Hann gerir það út af konu sem skrifar á Facebook út af einelti af syni sínum sem 6 ára í skóla í Hafnarfirði. Þá sendir hann forsetanum þar sem hann talar ég þarf að fá skýringu á því hvaða ábyrgð þú berð á barnamálaráðherra Íslands Ásmundur Einari Daðasyni, persónulega. Og þetta langt og mikið bréf og dásamlegt vegna þess að það fyrsta skipti þingmaðurinn að draga forsetan inn í skyldur sínar. Hann réði Ásmund Einar Daðason í vinnu sem barnamálaráðherra, forsetinn, og auðvitað ber hann ábyrgð á störfum hans sem barnamálaráðherra. Og þetta bara að koma smá saman í ljós og mér finnst þetta glæsilegt hvernig þetta að afhjúpa sig hjá öðrum. Hjá mér mitt mál bara safnar ennþá gögnum, lærdóm og spannaði 5 fundum helgina og sennilega 2 fund á eftir þar sem ég að læra. Ég að læra og ég lærði líka á fundinum fullveld og þjóðaröryggi, þá lærði ég þar sem hann Davíð Þór Björgvinsson segir eiginlega allar alþjóðastofnanirnar ólöglegar tenging með tengdar Íslandi vegna þess að það ekki leyfi í stjórnarskránni. Það að því menn kunni ekki að lesa stjórnarskrána, forsetinn gerir samninga við erlend ríki. Forsetinn veitir undanþágu frá lögum hefur aldrei verið notað. Þetta eru 2, þú veitir öllum samningum, öllum alþjóðastofnunum sem ætlar að ganga að frávik frá þeim lögum sem þau skarast við. Ekki frá öllum lögum, heldur frá þeim lögum sem þau skarast við eða greinum sem þau skarast við. Og það það sem forsetinn verk forsetans
að gera það og ábyrgjast það, stimpla svona samning og senda hann aftur til gagnaðarinnar. Hefur aldrei verið gert. Ertu þá sammála Sturlu Jónssoni að böndin sem farin að beinast að forsetunum að í raun og veru haldi hann á lyklinum, hann það sem ræður ráðherra og hann sé bara ekki að sinna starfi sig? Já, sko, í mínum huga forsetinn og þá allir síðustu 3 forsetar. Ég setti nú líka á Facebook og sendi út tölvupóst núna helgina með mynd af Vigdísi Finnbogadóttur standandi við að halda mótmæla ræðu út af Víkur kirkjugarði niðri við Austurvöll. Hún heldur þar ræður, búin að safna saman fólki til þess að mótmæla því að það veri byggt hótel þarna. Það náttúrulega má aldrei byggja hótel og kirkjugarði, það náttúrulega bara fáránlegt, þetta friðlýst svæði. En það besta við að forsetinn fyrrverandi, Vigdís Finnbogadóttir, stendur þarna og að mótmæla sínum eigin lögum. Það það fyndna við þetta, hún mótmælir sínum eigin lögum. Hún skrifaði undir, afhendi Ísland yfir til ríkisins, Reykjavík yfir til ríkisins og skipulagsvaldið þar af leiðandi var það graut og það skipulagsvandamál sem gerir það að verkum að enginn ber ábyrgð á því að það byggt hótel og kirkjugarði. Lög 92/89 skrifar hún undir og ég sendi þetta á öllum sem að fengu tölvupóst frá með mynd af Vigdísi vera að mótmæla sínum eigin lögum. Og auðvitað þarf hún að bera fjárhagslega ábyrgð á því. Hún verður dregin til ábyrgðar fjárhagslega hjá mér ásamt Ólafur Ragnari Grímssyni. Þetta fólk eru yfir framkvæmdastjórar Íslands og þetta spannar, þetta mitt ævintýri byrjar þegar Vigdís setur 92/89 lögin á stað og afhendir sveitarfélagið Reykjavík yfir til ríkisins. Ok, við förum tilbaka. Karl Gauti Hjaltason, hann kom inn á þitt mál á Alþingi daginn, þó hann hafi ekki nefnt þitt nafn. Nei, mér fannst það alveg frábærlega fallega gert hjá hann. Og frábærlega að því Karl Gauti Hjaltason með hreint hjarta og hann allar að spyr, hann leggur fram spurningu, en þar virðist enginn hafa lagt neitt mark á spurninguna því að enginn hefur gert neitt ennþá, því að hann spyr hver á að ljúka máli Arngríms. Arngrímur ósáttur, alveg sama þó allt mín ósætti væri vegna þess að það væri bara vitleysa hjá mér, mistök, þá skiptir engu máli. Það sem skiptir máli að ég ósáttur. Það þarf að leysa það, alveg sama hvort það rétt eða rangt. Málið það nennir enginn að hitta mig til þess að leysa það. Og það gengur ekki upp. Og það var það sem að Karl Gauti Hjaltason búinn að fatta. Og þetta auðvitað hreint einelti. Þetta getur aldrei verið neitt annað en einelti þegar ég einskis virði. En þegar það kemur að því að láta mig borga, þá skal rukka mig. Rukka mig skattana með lögfræðingum og rukka mig með fastunargjöld og frárennslisgjöld og hita og rafmagn með lögfræðingum ef ég get ekki borga það. En að veita mér þjónustu sem að ég borga fyrir með sköttunum, nei, það ekki gert. Og það þýðir það, bara fólk alltaf að setja þetta dýpra og dýpra á heimilisbókhaldi hjá sér. Borgarstjórinn, hann auðvitað yfir framkvæmdastjóri Reykjavíkur og það við á þessu tímabili, þá eru 2 borgarstjórar búin að vera Jón Gnarr, hann má búast við því að þetta verði ekki þægileg innivinna hjá honum, eins og hann ætlaði að hafa, hann á fullt að kaupi og þægileg innivinnu. Dagur B, þeir eftir að borga marga milljarða úr heimilisbókhaldinu, sem þeir kannski ekki til, út af mér vegna þess að þeir gæta ekki réttaröryggi míns með því að þeir láta lögsöguna vera án dómara, án lögreglu, allan tíman sem þeir hafa setið. Og þeir leyfa lögfræðingum að ganga hér eins og Kreditinfo sem áður voru talað lögmótus og lögheimtun og gjaldheimtun og öllu þessu starfsfólki hjá þessum fyrirtækjum að ganga og meiða mig. Þeir hafa bara ekki leyfi til þess að gera það og hafa aldrei haft. Starfsfólk sýslumannsins líka, hann ekki sýslumaðurinn, ríkisstofnun og hefur ekkert með lögsöguna Reykjavík að gera. Hann tók að sér skilnaðarmál meira að segja sem hann hefur ekki heimild til að gera. Hann fór með 2 uppboð. Fyrsta uppboð, ég varð að semja og svo þegar ég var búinn í fyrsta uppboð hjá Birni Lárusinni, fulltrúa þarna innfrá, þá spyr ég, heyrðu Björn, geturðu nú sagt mér hvað skulda ég?
í þessu uppboði sem þú varst að bjóða upp núna. Hvað varst að bjóða upp? Ég veit það ekki, sagði hann, ég veit enga tölur. Ég veit enga tölur. Og inn í þegar hann var í þessu uppboði þarna, sem hann segir þetta, að þá voru 6 eða 7 lögfræðingar að bíða eftir að komast að til að meiða einhverja fólk út í bæ. Þeir voru vitni á öllu þessu, þeir þurfu þetta allir að koma fram og skýra hvað Björn var að gera þarna inni. Þeir neituðu að skrifa upp á að þeir væri vitni af þessu, ég bað það á það. Þetta er allt til bóka, hann bókaði ágætlega Björn Lárusson, hann gerði það, hann bókaði, ég fór 2 sinnum með 6 mánaða millibili, svo hætti ég að fara þangað vegna sem ég sá, leið og þetta komið til sýslumanns, þá var maður dauður, þá þýðir ekki neitt, af því hann bara býður upp. Þannig ég fór bara, náði alltaf samjöf að kröfu á hana eftir það. Þarna ætlaði ég að reyna á rétt minn og það var sjenslaust, algjörlega. Og ég héldi varnarræðu í klukkutíma í hvort skipti með 6 eða 7 lögfræðingar sem biðu eftir að koma öðrum málum að. Allir vitni, allir í ábyrgð. Enginn þeirra þorði að setja nafnið sitt á og segja já, ég votta nú það að ég var hérna að hlusta. Þeir þurfa allir, þeir verða ekki að kalla það fram að því gerðabókin, daginn, lýsir hverju voru þarna. Og þeirra heimil eru fuku þarna inni. Þau fuku. Það verður ekki ég sem sé það. Það verður lögfræðingar erlendis frá sem kunna mannréttindi sem eru grundvallaratriði í mannlegum samskiptum. Þetta var mannréttindabrot og vita svo ekki hvað talan var. Það var bráð fyndið. Það eru ekki bara svo skák, þau kunni ekki mannganginn. Er það virkilega það sem er að koma fram? Er það ekki það sem er að gerast? Jú, þeir kunni ekki manngangi, það er það sem er. Brjóta bara mannréttindi? Það var mjög skemmtilegt að sjá þarna var fulltrúi, þarna var að bera fram þessar kröfur þarna hjá sýslumanninum í bæði skiptin, maður sem heitir Bragi Björnsson og var þá skátafóringi Íslands. Hann hafði það tekjur að meiða fólk á daginn með svo kallari lögfræði. Mér finnst þetta svo fínt, og ég hitt hann svo mörgum mánuðum seinna á götu og hann heilsaði mér, bara eins og við vorum bestu vinir. Og ég segi við hann, já, Bragi minn, við erum nú ennþá eftir að gera upp þetta. Hann tekur 20.000 krónur fyrir að lyfta hendi hjá sýslumanni og veit sér ekkert málið. En í þessu, hefur eitthvað farið í önnum máli, í héraðsdómi að fylgst með, ég var að velta Nei, ég fer ekki, nenni ekki að fara, ég er bara ógeð á... Því ég var í Hafnarfirði daginn. Já. Og það var þingkalt, það voru fullu salur og mér sýndist þetta bara að vera allt útivistardómar. Það var enginn mættur og það var mótus og gjaldheimtan með heldur bara nánast öll málin og það var enginn mættur til þess að svara, þannig að krafan bara tekin inn og þetta var bara dómtækt og mér sýnist bara að menn vera að fá útivistardóm og allar kröfur sem eru með fyrir réttinum og heldur þessu mikið svona? Já, það held ég, því miður held ég að þetta sé að það fyndið að horfa á, annar heitir Trygg og hinn heitir, hvað heitir hinn sem að þeir sita niðri í Reykjavík og þeir eru eftir að borga skatt af þessu vegna þess að málið það þeir hafa tekjur að því að setja í húsinu sem ég á og borga ykkur hlunnindagjöld að því að taka á móti frá 50 eða 100 lögfræðingum á dag og rétt upp mættir fyrir og svo spyrðu, hvað er málið? Ég bara veit það ekki segja þér. Svo eru þið með þetta þannig að þeir eru með póstól í héraðsdómi. Já, þeir eru að nýta og þeir fá allt skrifað, þetta er bara sett á reikning, en það gildir ekki saman okkur við viðkomnir. Þá þurfum við að staðgreiða alltaf vera liggja ljóst fyrir og ekki höfum við nýtt póstól eða aðgang að einhverjum hólfum til þess að geyma. Nei, þeir borga líka bara fyrir þetta á endanum, þá verður það, ég sagði það líka við, það var nú, ég man ekki hvað hann heitir, þessi sem var fyrir, veitu hvað en það sem var í mínum, komur ykkur nýr, sko. Já, ég meina, þessir ágætu menn, þeir þurfa bara að borga tjónabætur fyrir það sem þeir eru að gera. Þeir sita ólöglegir inn í húsinu og við að afla sér tekna við að meiða fólk, mig. Og ég læt ekki meiða mig, öðru sem að það verður sér borga fyrir það. Það bara er eins og ég segi, þetta er eins og bílatjón. Ef einhver beiglar bílinn minn, þá borgar hann fyrir beigluna og það er verið að beigla mig, þá borgar menn fyrir að beigla mig. Ef það er mjög mikið að fólki að beigla mig, 70.000 er það nú, þannig búin að beigla mig 8 ár, þá er það bara 70.000 mann sem koma að beiglunni sinni.